Lið 12. Handrið í gilinu. Ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björk Tómasdóttir kynnir málið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir góðir gestir. Ég vil vekja athygli ykkar á máli sem varðar alla þá sem ganga gilið, þessa vinsælu göngulög í hjarta bæjarins sem margir nota daglega. Eins og glöggir hafa tekið eftir þá hluti gangstéttarinnar í ofanverðu gilinu ekki með hita, ólíkt því sem neðar í götunni. Þetta skapar alvarlegt öryggisvandamál á veturna þegar hálka myndast og verður hreinlega stórhættulegt að fara þessa leið og þá sérstaklega fyrir eldra fólk, börn, fólk með barnavagna eða bara alla þá sem ganga þar Ég var að ræða við eina samstarfskonu mína fyrir nokkrum mánuðum og vorum við einmitt að ræða hálkuna. Hún sagði mér frá því að það hafi verið á áætlun bæjarins að setja handrið í kröppu beygjuna sunnanmegin í gilinu. Það fannst mér mjög athyglisvert af því að þetta bara einmitt það sem vantar. Þannig að ég fór að róta í gömlum fundargerðum umhverfis- og mannvirkjaráðs. Ég fann hins vegar ekki neitt þetta og því langar mig að spyrja ykkur eftirfarandi spurningar. Var þetta handrið á áætlun bæjarins og ef svo hvað varð þá hugmynd? Mér var sagt að það hafi átt að vera í stíl við handrið í kirkjutröppunum. Núna það handrið komið en hvar hitt? Spurning. Mér langar að taka skrefið lengra og leggja til að sett verið handrið á 2 stöðum til viðbótar. Fyrsta myndi vera hjá gangstéttinni sem fer meðfram Laugagötu og Kaupmánsstrætinu, sem sagt gangstéttin sem fer fram hjá arkitektastofunni og seinna meðfram Kaupmánsstrætinu norðanverði í löngu afleiðandi beygjunni niður gilið. Ég held að við getum öll verið sammála það að gilið bratt á þessum stöðum og myndi handrið því bæta öryggi gangandi vegfarenda og sem heilsueflandi samfélag ættu við að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja að fólk geti labbað bæinn og setja öryggi þeirra í forgang. Þetta handrið myndi samt ekki bara hjálpa bæjarbúum í baráttunni við hálkuna og veturna. Heldur myndi það líka koma sér vel á sumrin. Rosalegt magn af túristum koma með skipum og rútum og stór hluti af þessu fólki eldri borgarar. Gilið tengir miðbæinn og brekkuna saman þar sem sundlaugin, Hótel Edda og Berjæjahótelið staðsett og má því gera ráð fyrir því að mikill fjöldi fólk sé labba þar á milli. Ef við viljum hvetja ferðamenn til að njóta bæjarins okkar fótgangandi, verðum við að tryggja þeim auðfarnar og öruggar gönguleiðir. Ég geri mig grein fyrir því að þetta auðveldara sagt en gert, en ég ekki að biðja eitthvað marmarahandrið sem búið að höggva listaverki. Þetta þarf ekki að vera stórkostlegt, þetta þarf bara einfaldlega að vera handrið. Til að ljúka máli mínu langar mig að hvetja ykkur til þess að koma þessum handriðum fyrir í framkvæmdaáætlun og gera ráð fyrir fjármagni til þess að reisa þau. Að lokum ekki ráð að byrgja brunninn áður en barnið dettur ofan í. Takk fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björk lokið sínu máli og bæjarstjórnarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir stígur upp í pontu. Já, fundarstjóri og ágætu ungmennaráðsfulltrúar. Ég vil byrja að þakka Fríðu Björk fyrir alveg hreint ljómandi erindi og þakka henni fyrir að vekja athygli á þessu máli og þessari þörf. Og það sko ljóst að á fjölbreytileika þessari erinda sem þið hafa verið með hérna í dag að ykkur ekkert óviðkomandi og þið ekki einungis að hugsa það sem snýr að ykkur unga fólkinu sérstaklega heldur að að huga að öllum ferðamönnum, eldri borgurum og jú, gilið svo sannarlega bratt og þarna svo sannarlega þörf á handrið og þegar ég las þetta erindi hérna í gær fyrst og heyrði svo flytja það núna að þá hefði mitt hugsaði allir þetta hafi einhvern tíðan verið á dagskrá, ég myndi ekki eftir umræðinni sjálf, ég þó búin að vera dálítið stund í bæjarstjórn og svo ég skottaðist upp á 4. hæð og talaði við fólki sem var þar og þau sögðu að þetta hefði verið rætt, hefði aldrei verið formlega tekið fyrir eða sett á áætlun. Þannig að það hefur ekki verið, svo ég svari nú bara spurningin sem kemur fram í erindinu.
Það hefur ekki verið á áætlun en er svo sannarlega tilefni til þess að skoða þetta núna og takk fyrir að vekja athygli á þessu og nú hérna verður þetta væntanlega eitt af þeim verkefnum sem verður skoðað í framhaldinu og í þeirri fjárhagsáætlun sem að liggur fyrir. Því að jú, við þurfum að byrgja brunnin áður en barnið dettur í hann. Sammála því. Svo sem það kom ekki fram fleiri spurningar í þessu erindi og hérna gilið einmitt fjölfarin gata og við viljum öll geta góðast hana sem öruggastan hátt og ég held að við séum öll hérna sammála það. En ég vil að lokum áður en ég lít máli mínu hér fyrir hönd bæjarstjórn þakka Leilu fyrir skörulega fundarstjórn og ungmennaráðsfulltrúum öllum fyrir ákaflega áhugaverðan og skemmtilegan fund. Ég held að við bæjarfulltrúar séum öll sammála það að þetta svona með líflegri bæjarstjórnarfundur sem við sitjum og fjölbreytileiki erinda alveg gríðarlegur og vekur okkur alltaf jafn mikið til umhugsunar og svo góð ámenning á svo fjölmörgum atriðum sem við teljum okkur vera að hugsa en gleymum kannski í dagsins önn og gott að þið minnið okkur reglulega á. Og svo vil ég bara segja að þegar fundagerðin hérna liggur fyrir þá verður hún send inn til bæjarráðs sem tekur hann til umfjöllunar og vísar á önnur ráð eftir því sem við á og afgreidd þar með afgreiðslu fjárhagsáætlun. Þannig að bara enn og aftur, takk fyrir alveg frábæran fund, takk fyrir góða stund hérna í dag og fyrir ykkar elju og dugnað og hérna, hvað ég að segja, það er benda mér eitthvað. Bara þessi pontu. Já. Ég loka ekki fundinum en hérna vildi bara fyrir okkar hönd hér í bæjarstjórn þakka enn og aftur. Þá hefur bæjarstjórnarfulltrúi Halla Björk lokið máli sínu og ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigurpáll stígur upp í pontu. Forseti, mér langar til að fá leyfi fundarstjóra til þess að fara aðeins aftur inn í málefni rútuna upp í Hlíðarfjall. Þetta er 7,5 kílómetri. Ef á rútan eyðir 18 lítrum þá er þetta 2,4 lítrar af eldsneyti sem að rútan eyðir á leiðinni. Eldsneytisverðið 291 króna, hérna ein ferð kostar 700 krónur. Þetta er 1396 krónur, báðar leiðir, 5 sinnum í viku er 6.980 krónur. Á ári er þetta 335.000 sem fær í olíu. Meðallaun, ég fann til líka meðallaun rútubílstjóra hjá SBA eru 550.000 og er það 6,6 milljónir á ári og samtals er þetta 6,9 milljónir á ári sem að jafna er 0,35% af hluta rekstri SBA síðast ár. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigurpáll lokið sínu máli og Hilda Jana bæjarfulltrúi stígur upp. Heimir, þú sendir mér þetta? Já. Forseti, ágætu ungmennaráðsfulltrúar og stjórnandi fundarins og aðri góðir gestir. Það er eiginlega svona nokkri hlutir sem ég langar að ræða undir þessum lið. Í fyrsta lagi geggjuð hugmynd með handriðið. Reyndar hef ég líka heyrt stundum hvort við gætum bara fengið svona braut upp af því að það þolir enginn að labba gilið, hvort það væri bara svona eins og í skíðaskólanum, getur bara staðið á töfrateppi upp gilið, en það er nú annars að. Það sem ég langaði að ræða er hvað gerist næst, af því ég heyri það á ykkur sem eru hérna og ég er búin að sitja í bæjarstjórn núna í líklega 7 ár. Við höfum svona haft misjafnt form á því og kannski staðið okkur misvel í því að fylgja málum eftir og sérstaklega kannski á þeim fulltrúum sem hafa setið lengur heyrum við, eða ég að minnsta kosti, óþreyjuna í því að fá skýrari svör og skýrari afstöðum hvort og þá hvað við ætlum að gera í kjölfarið. Venjulega hefur fyrirkomulagi verið þannig að málin koma inn í bæjarráð í rauninni öll í röð og þeim er vísað inn í viðeigandi nefndir til umræðu og afgreiðslu. Ég vil leggja fram tillögu eða hugmynd hérna inn til okkar allra. Var líka gott að fá viðbrögð ykkar við því hvort sem það er núna eða seinna. En það er að við gerum þetta aðeins öðruvísi núna. Á þessum lista sem við skoðum í dag sem er frábær. Fyrsta lagi náttúrulega
Þetta ekki bara skemmtilegustu, þetta eru skemmtilegustu og gagnlegustu bæjarstjórnarfundir sem ég allavega setið á þessu kjörtímabili. Þannig ég þakka ykkur kærlega fyrir það. Það kveikir svona aftur í mér svona tilfinninguna fyrir því af hverju ég fór í stjórnmál. Það var einmitt til þess að ræða hvað getum við gert betur, hvernig getum við leysta til þess að gagnast öðrum. Og það það sem svona hefur brunnið á mér. En síðan kemur alltaf þessi spurning, hluti kostar peninga og þá þarf að forgangsraða. Sem ekki jafn skemmtilegt, af því að helst á öllu held ég að bæði þig og við öllin værum til í að gera allt og miklu meir en allt. Þá myndum við hins vegar fara á hausinn og ekki geta gert neitt sem vesen. Þannig að það ekki valmöguleiki. Þannig að við þurfum að forgangsraða. Þannig að í fyrsta lagi fyndist mér áhugavert að fá að heyra frá ungmennaráði af þessum málum sem þið eru að flytja í dag, í hvernig, ef þið þyrftu að forgangsraða þeim, hvernig mynduð þið gera það? Hvað væri mikilvægast og hvað mynduð þið setja í síðasta sæti? Mér þetta áhugavert að vita það, bara upp á það að eru þau öll jafn mikilvæg eða ykkur í sérstöku áherslu hjá okkur og þar kemur alltaf hausverkurinn sem að svona pólitíski veruleiki kannski svolítið ætlar að gera þetta eða þetta, bæði, mér langar að gera bæði en ef þú ert að velja hvort ætlar að gera. Það líka síðan áskorun okkar í stjórnmálunum. En til þess að geta tekið slíka afstöðu þá ekki alveg nóg að skoða í rauninni bara listan hérna í dag. Það sem ég myndi vilja gera að við vísum málunum sem að eiginlega öll nema kannski 3 eiga heima inn í fræðslu og lýðheilsuráði. Síðan eru 2 líklega inn í umhverfis- og mannvirkjaráð og 1 kannski beint til bæjaráðs sem meira kannski hvatning eins og ég skildi það heldur en kannski formleg tillega af afgreiðslu en hins vegar kannski möguleiki á því að bóka hreinlega viljan til þess að efla traust og áheyrn bæjarfulltrúa. En það sem ég myndi vilja gera að þau mál sem þau hafi komið fram með, ég myndi vilja þegar þeim vísað inn í viðeigandi ráð að það starfsfólk sem umsjónamenn með þeim tiltekna málaflokki, tökum bara sér dæmi, hádegismaturinn eða matur í grunnskólum. Ef að við myndum fá tækifæri til að senda á matráða, einfaldlega erindið, segja já, við höfum eitthvað vilja til þess að bregðast við, hvernig myndu matráðar óska eftir því að þeir leggja fram tillögu og horfi til þess að það þarf að huga að kostnaði. Þannig að við fengjum svolítið svona aðeins meiri útfærslu á því hvað hægt að gera og hvað kostar það. Frá þeim sem vinna í málinu sjálfur. Það getur líka átt við leiðakerfi strætó eða tímaáætlunina. Það getur líka átt við sálfræðinga. Við getum fengið hreinlega tillögu ef þar sem við fáum svolítið svona útlistum. Hvað hægt að gera til að bregðast við þessu erindi, valmöguleiki jafnvel A, B og C og hvað kostar hann? Ef við myndum til dæmis vilja fara að sjá til þess að það almenningssamgöngur í Hlíðarfjalli og því að Parísarna nefnir réttilega akkur ekki að prófa eitthvað og prófa kannski að byrja á einhverju. Hvað myndi kosta ef við myndum gera þetta einu sinni í viku? Til dæmis þegar það lengri opnunartími upp í fjalli. Segjum bara að þá einhver tímasetning sem við myndum jafnvel bara eiga í einhverju samráði við ungmennaráðum. Hvað myndi það kosta? Getum við prófa það? Í staðin fyrir kannski að ætla okkur of langt í fyrsta skrefi, að það eru allir dagar og margar ferðir og allt þetta, gleypa ekki allt í einu. Og varðandi símareglurnar til dæmis, að fá og senda hreinlega erindi líka til kennara, bara með áskorun og fá jafnvel einhverju viðbrögð. Félagsmiðstöðvar, nú að því að starfsfólk situr í salnum, hvernig myndi starfsfólk sem sér rekstur félagsmiðstöðuna bregðast við erindinu og ráðleggja stjórnmálunum að bregðast við? Vegna þess að upplifun mín ég sit í minnihluta, þannig að það enginn í mínum flokki formaður í nefnd eða inn í samtölunum. Eina sem við getum fengið í rauninni upplýsingar frá starfsfólki. Síðan getum við tekist á við það hvort við viljum gera A, B eða C með að við hvað það kostar og hvernig við ætlum þá að ráða við að gera það. Getum við dreigið okkur öðrum verkefnum á móti og svo framvegis. En með bara þessi gögn rosalega erfitt að segja, já, gerum það. Þannig að ég held að ef að bæði við sem erum í pólitíkinni og þið ætla að fá aðeins betri svör og aðeins meiri útfærslu á þessu sem að þið eru að leggja fram hérna í dag sem ykkar áherslur, þá held ég við verðum að breyta þessu verklagi. Fá bara smá minnisblað
hvert mál, svo getum við í pólitíkinni rætt það og þið fáið á endanum líka eitthvað afgreiðslu og sjáuð svolítið kostnaðinn. Þannig ég allavega svona ábyrgðin sem að ég upplifi hérna í dag með því að hlusta á ykkur að minnstakosti það að ég reyna að ýta við því að fá einhvers konar útfærslu, fá eitthvað kostnaðamat, fá einhverja tillögur frá þeim sem að raunverulega stýra og þekkja málin best. Þannig að kannski mögulega fræðilega einhvern tímann gerist eitthvað og í þessum efnum. Nú eða ekki, vegna þess að bærin eru þetta líka að gera fullt af hlutum og ef þá að bæta einhverju við þá gæti þurft að draga úr ykkur öðru á móti og þá þarf að eiga það samtal einhvern veginn. En þá þetta einmitt eins og réttilega var nefnt á því hafi talað oft hvað í mestum forgangi? Þegar þið ræðið til dæmis andlega líðan eða skólasálfræðinga. Ég heyrði það ákalla minnstakosti og einelti, svolítið sterkt, svona með okkar fólk. Með Hlíðaskóla ég vil fá minnisblað biðlisti, eru margir að bíða eftir því að komast í Hlíðaskóla. Ég myndi vilja fá frá skólastjórnum í Hlíðaskóla, hvað telja þeirra vanti? Til eitthvað kostnaðamat á því hvernig hægt að bregðast við því? Ég óttast annars einhvern veginn að þetta leki út og við sitjum og spjöllum þetta aftur að ári í liðinu. Takk fyrir. Og þið eru æði. Ég verð að segja það, þið eru svo geggjuð. Af því að ég bara, þið kveikið allavega á gömlunni mér langar að bregðast við og mér langar að reyna að gera það sem ég get gert til þess að gagnast í, þó ekki sínum að þetta, að fá þessar upplýsingar fram og veit einhver meiri gögn til þess að vinna með. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Hilda Jana lokið sínu máli og orðið laust. Ef enginn býður sig fram, þá segir nú bara takk hérlega fyrir fundinn og fundið slitið.